Mikið er jörðin falleg. Það jafnast engin pláneta á við hana. Hún er svo falleg, umkringd skýjunum sínum. Það var fallega gert af stjórninu Omega að leyfa okkur að fara í leyfi til jarðar. Já, sérstaklega fyrir spá, hún þarf á frí að halda. Þú ert nú heldur ekkert allt of vel á þig kominn. Ég er sá eini hér sem er í sæmilegu formi. Við erum að vera komin. Það er verst að við skulum þurfa að stansa hér út á sporbraut. Yfirvöld kunna marga leiði til að tefja mann. Á jörðin eru strangar reglur. Engu utan að koma til geimfari leyft að lenda þar. Ég vissi ekki að það væru hringir um jörðina eins og Satúrnus og Úranus. Vitleysa, þetta er sólarorkubeltið þeirra. Ég kalla býflugu, velkomin til jarðar. Haldið vinsamlegast áfram til lendingarstaðar. Þið fáið lendingarleyfi eftir 6 mínútur. Bíðið frekar í fyrirmæla. Þrýstingur hefur verið jafnaður, þið megið fara frá borði. Það er ástæðulaust að gera sér áhyggjur. Spá vinkonu ykkar er við bestu heilsu. Hún þarf bara að fá nokkurra vikna hvíld og þá ætti hún að vera fullkomlega heilbrigð. Hafið engar áhyggjur. Hvað segirðu, læknir? Ég get bara staðfest sjúkdómsgreiningu þína. Engin brotin bein eða alvarlegir kvillar, dálítil tognun, venjuleg meðferð. Eins er með þig, liðsforingi. Þú hefur ekkert illt af smá hvíld. Þú hefur verið undir miklu álagi upp á síðkastið, er ekki svo? En þú ert greinilega hraustbyggður. Já, ég vona að þið skemmtið ykkur vel á jörðinni. Þetta er stórkostleg geimstöð, finnst ykkur ekki? Maður gæti haldið að maður væri upp í sveit. Við verðum á sein, reyndu að flýta þér, Hektor. Og þau eru vitanlega ekki með neitt tollskylt, ekki tunggrjót, enga geimsteina, engin listaverk frá Thetis, engin leynitæki. Farangur minn, hvar er farangur minn? Ég verð að finna hann. Á, gæi! Verðið stig! Hvað gengur á? Hvað er að hóla? Ég verð brjáluð. Það er greinilega mikil þöfveiklun hér. Næsta geimskuðla til jarðar fer frá palli 7 eftir 4 mínútur. Næsta geimskuðla til jarðar fer frá... Ég held við eigum að fara í þess átt. Komuð þið ekki með býflugunni? Jú. Þið eigið að fara út á pall 4. Við eigum að fylgja ykkur þangað. Herrar mínir og frúr, fáið ykkur sæti. Við förum þegar í stað. Það er rétt eins og við séum orðin fangar hjá Illuga. En menn Illuga brosa aldrei. Til vinstri sjáum við Kopernikus. Æ! Við mistum af honum. Og þarna er Kepler. Og til hægri er hressingar og skemmtistöð okkar og grafreitur í geimnum. Við verðum að fara og skoða skemmtistöðina. Ég hef frétt hún sé frábær. Hvað er þetta? Ekki veit ég það, við þurfum að fá okkur leiðsögumann. Sjáu þið þetta? Sjáu þið þarna niðri? Þetta eru sólspeglarnir sem umlykja jörðina og sjá henni fyrir allri orku. Hér sjáu þið sólspeglabeltið. Við erum 36.000 kílómetra frá jörðu og hlutir sem settir eru á sporbaug hér hreyfast með snúningshraða plánetunnar og virðast því ævinlega á sama stað frá jörðinni séð. Þess vegna er svo margt á sveimi hér. Fyrirgefið töfina. Stórkostlegt ský, eins og fallegu draumur. Herrar mínir og frúr, gjörðu svo vel að setjast. Hljóðið sem þið heyrið eftir andartak stafar að því að þá förum við inn í andrúmsloft jarðar. Fyrir neðan okkur er Atlantshafið, Ítalía, Frakkland. Herrar mínir og frúr, við lendum eftir örskamma stund. Nú verður kveikt á andþyngdarkerfinu. Búið ykkur undir lendingu.
mínir kæru gömlu vinir frá Omegu. Nú get ég sagt ykkur frá því að við skipulögðum þetta allt. Við báðum Omegu-mennum að lofa ykkur að vera dálítinn tíma hjá okkur á jörðinni, en það átti að koma ykkur á óvart. Já, kæri vinur, og það tókst, það hefur enginn sagt okkur frá þessu. Nei, við fengum ekki að vita neitt. Ekki einu sinni út í geimstöðinni. Eitt andartak heldum við að við varum fangar. Ég er að verða voðalega syfjuð, ég held ég verði að sofna. Þetta er dálítið erfitt, ég veit það, en á morgun skoðum við borgina. Þið eru hetjurnar frægu sem björguðu jörðinni, allir þekki ykkur og þið geti hvergi fengið að vera í friði, en þegar þið eru búin að sjá eina borg eru svo sem búin að sjá þær allar, á morgun förum við upp í sveit. Spá verður ekki lengi að ná sér hér vitið til. Mikið er friðsælt hérna. En hvaða skepnur eru þetta eiginlega? Þetta er auðvitað kýr. Hvernig spyrðu, stúlka? Já, þú hefur auðvitað aldrei séð þær. Það er engar kýr á Omegu. Það eru heilmörg göt í menntun ykkar. Eru þessar skepnur ekkert hættulegar? Nei, sjáu þið bara þessa hvað hún er falleg. Sjáu þið. Við verðum ekki að hanga hérna, komum okkur burtu. Flýtum okkur. Það væri gaman að sjá þær skepnur sem þú telur hættulegar. Já, það er satt. Það er engar slíkar skepnur á Omegu. Það er ekki þessu líkt á neinni annarri plánetu sem við þekkjum. Sjáu þið húsið þetta niður frá. Halló, hó. Hæ? Þetta er mín gamla góða þjónustumær. Reyndar er hún nú talsvert yngri en ég. Og er þessi ekkert hættulegur heldur? Hann er ekkert grimmdarlegur. Já, niður. Hann gæti gleypt í einum bita. Jæja, þarna koma loksins ungu hetjurnar okkar, en þið verðið að hafa eitt á hreinu. Hér er allt í röð og reglu, við borðum kvöldmat klukkan 6, förum í rúmi klukkan 8 og eins og hansni borðum við morgunmat í dögun, eins og hansnin er það ljóst. Ætlast hún til að við verpum? Þið fá nýmjólkur okkar eigin kúm og hunangur okkar eigin býflugnabúi, þið munu kunna meta það. Þetta er eins og paradís, hefur alltaf verið svona. Við höfum heyrt svo mikið talað um ofbeld á jörðinni, það er erfitt að trúa því. Jú, það er því miður satt. Og hér var líkast til miklum herra ofbeldi þið geti gert ykkur í hugarlund. Það hefur tekið jarðarbúa margar aldir að leysa deilumál sín og verða fullorðnir, en það er oflangt mál að segja ykkur frá því öllu saman. Nei, okkur langar að heyra það. Jæja, hvar á ég að byrja? Í lok 20. aldar fór flest að fara úr skeiðis. Það var gífurleg viðmæðing, sífellt meiri framleiðsla, en til hvers eiginlega? Til að fólk geti fengið tæki sem það hafi ekkert með að gera, til að nota framleiðsluna eins hratt og mögulegt var. Það var stolt allra ríkisstjórna. Meginmáli skipti að viðskiptavinir væru ánægðir. Og eins og hjá Rómverjum kom að skuldadögunum, það hlaut að koma því að hráefnin sem þurfti fyrir að þessa þróun kláruðust. Til dæmis þegar geimfarið mitt gamla fór frá jörðinni 2023 var orðið svo lítið eftir að málma að það var að bræða gamalt rusl. Það voru ruslahaugar fullir af gömlum bílum og það sem olía var á þróttum að fara að nota kol. Síðan trjáfið. Og þegar hann þraut líka var bara ein orkulind eftir. Þeir sneru sér auðvitað að sólinni. Og þegar gamli geimhlunkurinn minn fór frá jörðinni voru þeir byrjaðir að búa til þetta belti sólspegla. Og þeir voru þarna að smíða þessi risastóru fjarskiptatæki til að hlusta á merki utan úr geimnum, til að reyna að finna menninga einhvers staðar annar staðar. Þeir vissu þá að þeir þurftu að setja þessar móttökustöðvar upp utan Jónalagsins, því að sendingar á langbylgju komast ekki gegnum Jónalagið. Þá kom að því að Omega fannst og allt hitt. Nú fólksfjölgun var gífurleg, sérstaklega hjá fátæklingum. 8 milljarðar manna árið 2000, meir en 30 milljarðar öld síðar. Getið ímyndað ykkur það? Ólýsanlegt volæði og vonleysi. Það voru smá stríð á stökkustað. Menn þurfti að sýna mátt sinn og megin. Þeir fátæku voru ævinlega fórnarlömbi. Því ekkert hressir mann meira manni líður illa en að vita einhverjum öðrum líður enn verr. Sérstaklega ef hann er óvinnur manns.
Annað veifið léku sér að hugmyndinu sprengju, nokkura megatonna sprengju sem dræpi milljónir manna og á endanum áttu þeir vopn sem voru 1000 sinnum margt meiri en það. En það sem olli endalokunum var bylting í erfðafræði. Hún hófst svo sem nógu sakleysislega, í mannúðarskyni auðvitað. Þetta byrjar alltaf þannig. Já. Menn gátu nú valið kyn ófæddra barna, augnlit og stærð. Meira að segja gáfnafar. Þegar þar var komið, urðu erfðafræðirannsóknir algjört ríkisleyndarmál. Stefnt var að því að búa til stórkostlega íþróttamenn eða glæstar konur eða bláa menn, græna, rauðgula, allt eftir smekk. Og vitaskuld þurfti að búa til meiri og betri snillinga en keppinautarnir. Og leiðtogarnir stemdu náttúrulega því að eignast langlífa snillinga. Verið var að búa til hóp afburða manna. Afkomendur þeirra áttu síðan að stjórna að eilífu. En leyndarmál eins og þetta lítur náttúrulega að komast upp. Almenningur gerði uppreisn. Og til þess að reyna að halda forréttindastöðu sinni gripu ráðamenn til þess gamla bragðs að kenna hinum allt saman, óvininum. Og þá var farið að ýta á hnappana. Það var stríðið mikla, 2183. Já, vitaskuld fór það mestu fram einhvers staðar út í geimnum. En það var lítið gaman að litast á jörðinni eða því sem eftir var af henni 2200. Þá var þar allt á miðaldastigi. Hinir sterku stjórnuðu þeim veikbyggðari. En þá kom ný endurreisnarhreyfing á jörðinni, því munið að sú fyrsta var á tímum Grikkja, Perikles, Sókrates, Protagoras, þegar maðurinn varð mælikvarði allra hluta. Sú næsta varð 2000 árum síðar á Ítalíu, Leonardo da Vinci og hvað hét hann nú aftur, Michelangelo, og á 23. öldinni, 1000 árum síðar, varð þriðja endurreisnin. Maðurinn var nú ekki lengur tæki sem átti ráðskast með. Réttur hans til hamingju varð ótvíræður. Styrjaldir voru afnumdar og leið svo gífurlegi kostnaður sem þeir höfðu haft í för með sér. Fylgst var vendilega með náttúruauðlindum og að lokum var kjörinn yfirstjórn jarðarinnar. Menn voru þess minnugir að tækni og styrjaldir fara gjarnan saman. Þeir náðu sambandi við aðrar plánetur, komust að raunum tilvist Ómegu og vetrarbrautarbandalagsins. Reglur voru settar, ekki mátti tróða íbúum á öðrum plánetum tær. Og geimför fluttu einungis til jarðarinnar tiltekna málma og vatn. Og vatn? Einmitt, efni sem því miður vantar á jörðinni. Og hefur allt gengið vel síðan? Því miður hefur þetta nú ekki verið eintóm sæla. Gamla jarðarhróið hefur átt í ýmsum vanda. Einn var tölvuöldin og veldi tölfræðilegra staðreynda. Góðan dag, 7312. Framleiðsla þín í síðustu viku var 17% minni en venjulega. Já, en ég gat ekki unnið, ég var veikur í síðustu viku. Þar til þú sýnir betri árangur verður dregið úr þægindum þínum, mat, fötum og annarri þjónustu 17%. Það er rökrétt. Því miður verðum við að tilkynna að hjúskapartíðinni hefur nú náð 7,8%. Við stefnum að því að hún verði komin í eðlilegt horf eftir 7 mánuði og 14 daga. Talið við okkur þá. Það var orðið þannig að tölvur réðu fæðingum, dauða, hjúskap og öðru slíku. Á endanum fór allt upp í loft og almenningur gerði uppreisn. Við liðum ekki þessar hörmungar til að láta breyta okkur í vélmenni. Niður með tölvurnar, niður með vélmennin. Móðir jörð átti einnig í erfiðleikum með þá sem vildu stjórna veðrinu, loftslaginu. Hríð var veðrinu stjórnað með gervihnöttum sem gátu séð fyrir sólskini, rigningu, skýjum, hagli, hvar og hvenær sem menn þurfti á því að halda. En svo kom að því að hópur mann á norðurhveli vildi gera þeim á suðurhveli dálitla glennu. Einhverja hluta vegna rændu þeir þá sólskini og rigningu. En jörðin er lítil pláneta og vistfræði kerfið ein óslitin keðja. Þessi prakkarastrikk höfðu hörmulegar afleiðingar og gervihnettirnir voru nú teknir af þessum mönnum sem voru að leika sér að þeim.
Við sáum að við máttum ekki við slíkum leikaraskap, menn urðu að haga sér eins og fullorðið fólk. Ég er því miður hrædd að það verði alltaf til valdasjúkir brjálæðingar. Brjálæðingar, já, en þeir megi ekki komast til valda. Við höfum reynt, lítið í kringum ykkur. Við snérum aftur til hins einfalda, eins og á 19. öldinni. Ef menn væru bara nógu vitrir til að tileinka sér visku. Já, mínir ungu vinir, ég skal sýna ykkur allt sem ykkur langar til að sjá. Og ýmislegt fleira. Hvað er þetta? Sólspeglabeltið. Við skoðum það seinna. Lítið þið fyrst þarna yfir á þessa stóru belgi. Það eru vatnsgeimarnir okkar. Vatnið kemur frá öðrum plánetum. Við fyllum risastóra og sterka plastgeima. Það er vitaskuld ekkert erfitt að flytja það út í geimnum. Vatnið breytist auðvitað í ís. Og þegar við þurfum á vatni að halda, drögum við bara eitt belginn niður til jarðar. Geymum hann í nokkura kílómetra hæð, ísinn bráðnar og við fáum það vatn sem við þurfum á að halda. Finnst ykkur þetta ekki býsna snjallt hjá okkur? Þetta er frábært. Þegar við sáum það botnum við ekkert í hvað það geti verið. Beygðu! Við erum 35.860 kílómetra frá jörðu, vitið þið hvað það merkir? Já, við vitum það. Hlutir sem hér eru á sporbaug virðast hreyfingarlausir séð frá jörðu. Alveg rétt. Og þess vegna er allt þetta drasl á sveimi hér. Gamlir stjörnusjónaukar, þeir eru enn í lagi en maður gerir engar uppgötvanir með þeim nú orðið. Eins og þið viti getur yfirborð sem er 500 miljardar bylgjulengda tekið á móti merkjum sem koma úr 100.000 miljardar kílómetra fjarlægð. Það er nú ekki nema 10.000 ljósár sem er eins og dropi í hafið og við getum gert ráð fyrir, við getum reiknað með að það... Fyrirgefðu, hvað er þetta? Þetta? Já, það er saga að segja frá því. Alveg síðan á 21. öldinni hefur auðugt fólk beðið að vera lagt til innstu hvíldar út í geimnum, nær himnum. Nú ef fólk vildi þetta, hví ekki að láta það eftir því. En það rak bara því að það var allt yfirfullt hér. Þá var ákveðið að koma þeim öllum fyrir í þessum svífandi grafreit. Nú og þarna eru hvíldar og tómstundaheimil út í geimnum, einkanlega fyrir starfslið í geimstöðvum. Hvaða stóri diskur er þetta? Þetta er skjár fyrir sólarorkuna. Orkan kemur frá sólinni. Já, vitið þið hvað hún sendir okkur miklu orku? Það er ótrúleg tala. 250 trilljónir hestafla, hvorki meira ni minna. Og hvað gerðum við svo við alla þessu orku? Ég skal segja ykkur það. Við fórum í sólbaðan, það var það nú ekki. En þetta? Er þetta það sem ég held að sé? Þið vitið áreiðanlega, þetta er ruslahaugur. Ykkur langaði til að sjá allt. Árið 2000 voru 400 hlutir á sveimum geiminn. Ég vil síður segja ykkur hvað urðu margir áður en lauk. Eins og venjulega þurfti harmleik til að eitthvað yrði gert í málinu. Það þarf slys til að menn geti tekið ákvarðanir. Menn sjá framtíð sína fyrst þegar þið geta litið til fortíðar. Já, hvað var ég nú að segja um þetta drasl? Já, alveg rétt, þetta er drasl. Það er nokkuð að geimfar að koma til jarðar með sjálfstýri búnaðinn á, en það rakst á eitthvað rusl sem var hér á sveimi. Það var vitaskuld mikið áfall og þá var ákveðið að taka til í geimnum, láta allt draslið hingað á einn stað. Herrar mínir og frúr, nú förum við fram hjá leifum geimfarsins Garp sem varð okkur frækileg í stríðinu mikla. Þetta er mikill eftirlætisstaður ferðamanna. Þeir komu í kynnisferði hingaðar. Þeir eru alveg vitlausir í minjagripi hérðan. Og svo er þarna safn og skemmtistaðir ýmiss konar. Skemmtigarður, fullur af leiktækjum. Og skyndibitastaðir þar sem maður fær svona skyndipillur að borða. Ýmiss konar sýningarsalir. Sjáum við þarna. Þarna? Eigum við að halda áfram og skoða sólspeglana? Ég vil bara endurtaka það, vinir mínir, að sólin er ekki bara upphaf allrar orku á jörðinni. Hún er upphaf lífsins sjálfs. Allt sem þið sjáu hér er til orðið vegna sólarinnar.
Hérna er orkubeltið og þarna er sólin, en hafið þið nokkuð tíma hugleitt hvernig færi við hefðum enga hlíf fyrir sólargeislunum? Þetta er heilmikið leyndarmál en ég held að þið ættu að vita það. Ef einhver tíma verður rafvæst á jörðin aftur eins og þegar þið björguðu okkur höfum við leið til varnar. Hún er ekki full þróuð ennþá, en þegar hún verður alveg frágengin ver hún okkur gegn öllu slíku. Hinir hörðustu málmar munu bráðna eins og smjör og verða glóheitir. Jafnvel heilar plánetur munu eyðast, breytast í geimryk. Slíkt vopn ver jörðina gjörsamlega. Enginn getur gert okkur mein. Enginn! Eruð þið ekki hræddir við að búa til svo öflugt vopn? En ég var að segja ykkur að það verður einungis notað til varnar. Ykkur dettur þó ekki í hug að við myndum... Já, þetta er rétt hjá ykkur. Þetta er alltaf sagt í byrjun. Vitanlega er viss hætta á ferðum. En þessar tilraunir hafa ekki heppnast ennþá. Sumir halda sig skemmdarverkaræði, en hver myndi gera slíkt? Þeir á Kassíópeiu, það yrði lítið úr hótunum þeirra ef þið væru tilbúnir með þessa sólbyss ykkar þegar þeir byrja næsta hót að gera árás. Er einhverju Kassíópeiu búar hér? Fáeinir sem vinna sem geimtæknar, en þeir eru hafnir yfir allan grun, en það getur ekki verið neitt þeirra. Hvernig getur verið viss um það? Við höfum heilmikla reynslu get ég sagt þér og ég myndi ekki treysta nokkrum Kassíópeiu búa. Eins og annar staðar eru þar bæði góðir menn og slæmir. Hvaða hópur er þetta? Það var eitthvað komið fyrir. Þetta er lögreglan. Haldið áfram ferð ykkar, hér er ekkert að sjá. Fyrirgefðu, ég þekkti þig ekki í þessum búningi. Eins og þið sjáið hefur einn félagi okkar verið myrtur. Honum verið kastað út úr geimfari sínu. Var hann einn? Já, á eftirlitsferð á þessu svæði. Eru þið búinir að finna geimfarið hans? Já, liðsforingi, það er á sporbaug og ætti að koma hingað aftur eftir 10 mínútur. Fljótt! Við megum engan tíma að missa. Vertu kyrr í skutlunni, Fróði. Við förum hvor í sína áttina. Hann getur ekki verið langt undan. Nær en og heldur. Þarna sérðu hvað hefst upp úr forvitninni. Hefur þér aldrei verið sagt að það er ekki kurteis að vera með nefið niður í því sem kemur mann ekki við? Uppeldi er ekki lengur eins og það var þegar ég var ungur. Það þarf að kenna ykkur sitt að hverju. Þú vinnur, en vill ekki segja mér fyrst hvað þið hyggist fyrir? Jú, ég get sagt ykkur það. Þið degi bráðum hvort þið er. Löggan kom að mér þar sem ég var að ljúka við smá skemmdarverk. Hann ætlaði að fá mig til að koma upp í geimfarið sitt. Við lentum í smá riskingum og hann misti hjálminn sinn. Þá fór hann að víst að hitna. Hann lifði þetta ekki af garmurinn. Ég fór á geimfarinn hans eitt hring og fór svo úr hér. Er þetta þá ljóst? Sofiði vært. Heyriði mig, bíðið aðeins. Eru þið ekki þessi berserki frá Ómegu, hetjurnar miklu? Jú, það eru þið. Þá verður foringinn ánægður. Jæja, félagar. Stundin er komin. Nú vitið þið hvað verður hetjur. Varaðu þig, líttu við! Þetta er nú einum og gamalt bragð. Ég hef ekki látið brekkjast af því sem ég var krakki. Ó!